Fjölbreytileiki fjölskyldunnar. Í litla bænum Lækjardal bjó fjölskyldan í Rauða húsinu á hæðinni. Þar bjuggu þeir Sigurður og Jóna ásamt börnum sínum. Þeir voru 5 í fjölskyldunni með 3 börnum á mismunandi aldri. Móðir þeirra Jóna var grunnskólakennari og faðirinn Sigurður var flugmaður hjá innanlandsflugi. Langamma barnanna Guðrún bjó í litlu húsi rétt hjá, en langafi þeirra Jón hafði látist fyrir 2 árum. Einn daginn fékk fjölskyldan óvænta heimsókn frá föðurbróður barnanna, Einari sem var uppfinningamaður og hafði verið að ferðast heiminn að kynna nýjustu uppfinningu sína. Móðursystir þeirra Sigríður sem var leikskólastjóri í næsta bæjarfélagi kom líka í heimsókn þennan dag ásamt tvíburunum sínum. Systkinin voru mjög spennt að hitta frændfólk sitt. Hvernig gengur að vera flugmaður, Sigurður minn? Spurði Einar þegar þeir settust við eldhúsborðið. Það gengur vel, en stundum erfitt að vera lengi að heiman, svaraði Sigurður. Á meðan Jóna var að útskýra fyrir móðursystur sinni nýja starfið sitt sem skólastjóri, en hún hafði nýlega fengið stöðuhækkun. Mamma, ég vil vera vísindamaður eins og frændi Einar þegar ég verð stór, sagði Atli sonur þeirra stoltur. Ég ætla að vera íþróttakona, svaraði Lilja, dóttir þeirra sem var dugleg í fimleikum. Yngsti nemandinn í fjölskyldunni, Kári, var enn of ungur til að ákveða framtíðarstarf. Þegar þau voru að borða kvöldmatinn sem matráðurinn á veitingastaðnum í bænum hafði útbúið sérstaklega fyrir þau, sagði Einar frá ferðalagi sínu til fjarlægs lands þar sem hann hafði hitt drottningu og kóng. Þau voru mjög áhugasöm uppfinninguna mína, sagði hann. Drottningin var sérstaklega hrifin og fannst hún geta hjálpa bæjarstjóranum í þeirra landi. Sigríður sem var mikill skemmtikraftur sagði börnunum sögu kvenmann sem hafði verið bæði leikkona og söngkona. Þessi kona hafði líka tekið þátt í vísindarannsóknum og unnið með þekktum vísindamanni, bætti hún við. Atli sem var mjög forvitinn spurði langömmu sína hvort hún hefði nokkuð tímann hitt norn eða skrímsli. Langamma hló og sagði, nei, elsku drengur, ég þekkti einu sinni prest sem sagði hann hefði séð eitthvað sem enginn annar sá. Skyndilega heyrðist hávaði út á götu, lögreglumaður var að elta þjóf sem hafði stolið tösku frá afgreiðslumanni í búðinni. Vá, alvöru ræningi, hrópaði Kári og hljóp að glugganum. Flugfreyja sem var í fríi og bjó í næsta húsi kom hlaupandi til að segja þeim hvað hafði gerst. Þetta kvöld varð eftirminnilegt fyrir fjölskylduna. Einar uppfinningamaður sýndi börnunum nýju uppfinninguna sína, Sigríður leikskólastýra kenndi þeim nýjan leik og hjúkrunarfræðingurinn sem bjó hinum megin við götuna kom með heimabaka súkkulaði. Jafnvel trúðurinn sem hafði skemmt í afmælisveislu í nágrenninu kíkti við til að heilsa upp á börnin. Þegar kvöldi var komið og börnin voru að fara að sofa, sagði langamma þeim sögu listakonu og hljóðfæraleikara sem höfðu ferðast heiminn. Skipstjóri veiðimaður voru líka í sögunni og nunna sem hjálpaði öllum sem þurfti á því að halda. Börnin sofnuðu með bros á vör, umkringd fjölskyldu sinni og ímynduðu sér ævintýri morgundagsins.